Kristján, Kristbjörg netaverkstæði var 40 ára í haust. Þú varst ekki að hafa í loftinu þegar fyrirtækið var stofnað? Nei, þá var ég nú ekki fæddur, fæddur 74. Já, félagið stofnað 73 sem útgerðar fyrirtæki og svo breyttist nú reksturinn og aðstæður hjá eigendum 75 þar sem þau breyta reksturinnum yfir í netaverkstæði eftir sjóslys og við komum svo eigendurnir að tökum við reksturinn 1996 sem við kaupum verkstæðið og rekum það svo þangað til núna. Þetta var eins og segir 40 ára í haust og við erum nú nýbúnir að selja svo núna yfir til Ísfell sem er stórt og öflugt fyrirtæki og erum svona að þreifa fyrir okkur með að vera komnir undir þann rekstur. En hver er svona helsta starfsemi fyrirtækisins? Helsta starfsemin er náttúrulega þessi útgerð sem er hérna og Rammi er okkar langstæðsti viðskiptavinur í veiðarfærunum þar sem við erum aðalega með botntroll og svo eru rækjubátar eða rækjuskip á Siglufirði sem við erum að þjónusta líka og svo á 2000 þá kaupum við byggingavöruverslun Valberg EHF sem við höfum rekið líka og erum enn að reka og þannig að fyrst og fremst er þetta það og svo fórum við svona að fikta í snjókeðum hérna upp úr 2004 fyrir vinnuvélar. Hvernig gengur við með snjókeðum? Já, það hefur bara verið mjög vaxandi. Það var nú svona hálfgert lotteri eða það var svona tilviljun að við römbuðum inn í þetta. Þetta er alvöru? Já, við vorum að taka fiskikeðjur frá Noregi þar sem frá fyrirtæki sem heitir Trygg og þeir eru að framleiða snjókeðjur og hafa gert í 10 ára og við vorum svona beðnir það að hvort við getum útvegar snjókeðjur hérna heimamönnum og þannig svona byrjaði það ævintýri og þetta hefur vaxið mjög mikið og við erum að selja núna snjókeðjur orðið allt land og þetta kemur allt hingað og þannig að það er orðið töluvert mikil umsvif í því hjá okkur. Já, mér skilst að veltan hafi bara stóru margfaldast. Já, hefur sérstaklega núna síðastliðin 3 ár þá hefur komið mikill kippur í þetta og við erum búin að 5-falda veltuna núna á þessum 3 árum og var metár núna hjá okkur 2013 þannig að þetta hefur vaxið bara og gengið mjög vel. En eftir þessum veiðarfærum, hvað hefur einhver orðið svona breyting á þessum árið sem þú til dæmis hefur verið? Já, ég hef nú aldrei unnið við annað heldur en netagerðina og ég man eftir því þegar ég var að byrja sem á fermingarárinu þá byrjaði ég að vinna við þetta og þá var nú mikið handriðað kantar og svona ýmislegt í kringum þetta og þá voru ekki komnir þessir rockóperar og sem slíkt en þetta náttúrulega þróast eins og hvað annað og þar af leiðandi líka mjög spennandi að vera komnir inn í eins og Ísfell núna sem er með mjög öflugt þróunarstarf og með svona púlsinn meira á þessu heldur en við gerðum að vera svona einir í rekstri og kannski í lítilli þróun höfum verið mikið að apa upp eftir öðrum þannig að það er mjög spennandi að vera komin inn í þetta núna og svona nýtt umhverfi vera hluti að einhverju stóri heild. Þannig að það er svona aðeins breytt sýn upp á framtíðina að gera. Já, það er það og eins og segi, Ísfell hefur verið mjög duglegt við að fara í til dæmis tankferðir þar sem við erum að gera pröfur með veiðarfæri og breytingar og þannig að það er mjög spennandi að vera komin svona hluti í slíkt líka. Já. Hvernig er svo að vinna með einum reynslumesta skipstjóra landsins? Hann er skipstjóri, þannig að það er kannski erfiðara fyrir hann að taka skipinu frá mér heldur en öfugt, en nei, það gengur bara mjög vel og við Bjössi það var náttúrulega einn af þessum eigandum sem ásamt mér sem átti þetta fram að áramótum. Þannig að við höfum unnið saman lengi og það gengur ljómandi vel, gott að hafa traustan mann með sér.